Nýlega kom út bók verk norska listamannsins Odd Nerdrum og lærlinga hans. Stefán Boltier, þú átt nokkuð verk í þessari bók, The Nerdrum School. En á árunum 2001-2004 þá varst þú einmitt aðstofamaður hans og lærlingur. Rifjum aðeins þennan tíma upp. Hvernig kom það til að þú lentir þarna hjá honum? Já, það kannski löng saga að segja frá því. En allir það hafi ekki, já það byrjaði, ég var við nám á Ítalíu í Flórens og þar komst ég í kynni við verkin hans. Og löng eftir ég var komin heim úr því námi þá ákvað ég að skrifa honum bréf og mér langaði að læra meira, mér fannst ég ekki alveg búin að nema allt sem ég þurfti að læra. Og þannig að ég skrifa honum bréf og hann tók bara mjög vel í það að hitta mig. Hann kom hérna reglulega á þeim tíma, góður vinur Georg Skuðna og Gunnar Stungals og heimsótti Ísland oft. Og fyrir þá sem þekkja verkin hans þá tekur hann mikla inspirasjón frá íslenskri náttúru og Íslandi. Og þannig að ég hitt hann síðan á Íslandi og hann bauð mig til Noregs. Myndverk hans Nerdrum hafa nú löngum vakið umtal og verið umdeild. Geturðu lýst verkum hans aðeins fyrir okkur? Já, það er alltaf erfitt að lýsa myndlist, það er langt best að horfa á hana. En ég myndi hann sækir þetta mikið í kannski barokkið. Og fyrir þá sem þekkja barokkið þá þetta er raunsæjar myndir og hann kennir sig við kitsch. Og ég myndi segja kannski að það sé best að lýsa þannig að þetta sé ljóðrænt raunsæi. Og ég held að það útskýra það best, bara þau orð. Þú ert að sjá eitthvað en þetta er ljóðrænt, þetta er ekki naturalismi. Þannig að þú ert ekki að mála, gera list sem er algjör eftirmynd raunveruleikans. Heldur er þetta svona ljóðræn útgáfa af raunveruleikanum. Ég held að það útskýri kannski hans verk og margra annara mjög vel. Ljóðræn útgáfa segirðu en einhverju myndu kannski frekar lýsa verkum hans stundum sem svolítið gróteskum eða? Já, ég meina þú veist, ég held að það sem þau getur verið óhugnaleg en það er kannski ekki endilega markmiðið að gera fallega mynd en kannski frekar að hún sé vel gerð. Það er ekki endilega markmiðið að þetta sé fallegt í sjálfu sér. Viðfangsefnið getur verið grótesk en að það sé gert vel. Nú, það er náttúrulega ekki bara verk Nerdrum sem hafa vakið athygli, heldur í rauninni hans sjálfur líka og vera hans hérna í Íslandi vakti náttúrulega mikið umtal á sínum tíma. Hann keypti eitt fallegasta hús Reykjavíkur, Borgarbókasafnið og það var eftir honum og fjölskyldans tekið hvers sem þau fóru. Já. En hvað myndir þú segja að hafa verið það mikilvægasta sem þú lærðir af honum á þessum árum? Já, fyrir utan þetta handverkið, það er auðvitað svo margt, heimspekilega og handverkið og bara mjög margt, lífið og tilveruna. Vegna þess að bráðgáfaði maður og mjög skemmtilegt að umgangast hann. En ég held að það sem ég kannski að nefna eitthvað eitt, þá kenndi hann mér og hjálpaði mér að hugsa sjálfstætt. Og það vantar svolítið, finnst mér, almennt séð í íslenskri samtímamyndlist. Og við erum svolítið á Íslandi upptekin að því að eldast við tískustrauma í myndlist. En við tölum svolítið mikið hversu hlutirnir eiga að vera frumlegir og annað, en framúrstefna getur aldrei orðið til ef hún er tíska. Þannig að það bara segir í sjálfu sér að framúrstefna er eitthvað annað en ekki það sem sem er ríkjandi. Ríkjandi viðhorf innan myndlistarinnar geta ekki líka verið framúrstefna.
þetta framúrstefna hlýtur að vera eitthvað annað. Þannig að í rauninni má segja að það sem hann gerir og hann hreyfir við svo mörgum er það að hann sko í rauninni vísar veg í aðra leið. Þannig að hann í rauninni mjög framúrstefnulegur. Hefur Nerdrum haft mikil áhrif? Mjög mikil áhrif, gríðarleg áhrif. Og ég held að sko alveg óbóðsleg áhrif og í rauninni alveg furðulegt. Sko í rauninni Íslendingum bauðst í rauninni að eigna sér hann. Hann er íslenskur ríkisborgari. Við höfum getað eignast hann og alveg eins og sko ímyndum okkur það að Edvard Munch eða Ibsen vilja verða Íslendingar. En það var, mér varst ekki sko íslensk menningar svona elita tók honum ekki opnum örmum, get ég sagt. Þeir voru upplifðu hann sem ógn. Og það var svona frekar smáborgaralegt. Já, hann fluttist einmitt aftur til Noregs 2007? Já, það leitið. Já, hann seldi húsið. Já, hann fluttist, fór til Frakklands á tímabili, bjó þar á tímabili og ég heldur svo komin aftur til Noregs. Já. En færum okkur aðeins frá Nerdrum og að þér sjálfum. Þú hefur búsettur hér á Akureyri í 8 ár og ert með vinnustofu hér í Listagilinu og heimili. Já. Hvað ertu að fást við þessa dagana? Já, ég auðvitað að fást við mína myndlist, eða sem sagt, málverk og ég að mála mín málverk og ég að gera grafík og ég hef einnig verið að kenna við myndlistaskólan á Akureyri. Og já, þannig að það er það sem ég að fást við og ég var með sýningu í listasafni Akureyrar í sumar og fyrir árinu tók ég þátt í samsýningu í New York. Og framöndan er sýning í listasafni Reykjanesbæjar, núna 15. mars. En svona að lokum, varðandi málverkið, það er nú margir sem eru hræddir svona framtíð málverksins á þessari 12. öld. Hver er þín skoðun? Er málverkið að deyja út, eru grafík og gjörningar það sem koma skal? Já, það mætti halda það stundum, miðað við svona umfjöllun sumstaðar. Og miðað við þau trend og sérstaklega með Ísland. Þegar maður á Íslandi þá mætti halda það að við byggum aðeins í þannig heimi en strax sem maður er komin út fyrir landsteinana þá sést að það er miklu fjölbreyttara. Og það er eins og ákveðin hópur fólks á Íslandi hafið það algjörlega markmiði að svona, þetta er eins og algjörði heilaþáttur á því hvers konar myndlist Íslendingar eiga að njóta og síðan hvers konar myndlist þeir eiga ekki að njóta, það er bara ekkert fjallað annað. En ég held að það er alveg gífurleg sprenging í öllu málverki erlendis. Mjög mikið og bara vex og það var sér mikla framtíð. Það írónían er svolítið að þegar að tækni svona framfærið verða meira eða svona hraðari kannski og það er til allskyns aðrir miðlar. Þá sækir fólk svolítið meira í hið gamla líka. Eða sem sagt, hið gamla, þetta er kannski ekki gamalt. Í rauninni hið gamla er orðin framúrstefna, nánast því. Vegna þess að það verður eitthvað á 12. öld, þá þörfnumst við hins líka. Og það er ákveðið mótvægjum. Þannig ég held að það muni lifa áfram alveg eins og að ljóðið muni aldrei deyja. Ég meina við munum kannski búin að heyra atómljóð í 50 ár eða 60 ár en þú veist síðan fyrir einhver að gera ljóð sem ríma og þá finnst okkur það skrítið. En ég held að sko þessi hluti deyji aldrei. Það getur alltaf spilað á píanóið og saman nýtt lag, það fer bara eftir hverjum og einum. Þetta er svona í rauninni endalaust hægt að gera eitthvað nýtt og spennandi málverk.